Já, góða kvöldið og verið velkomin með okkur hérna á Grindavík TV. Framundan leikur Grindavíkur og Þróttar í 9. umferð lengjudeildar karla í knattspyrnu. Ég heiti Smári Jökull og ætla að lýsa fyrir ykkur því sem að fer fram hér á eftir. Og skulum bara byrja á því að fara hans yfir liðin. Í marki Grindavíkur Aron Dagur Birnusson, númer 4 fyrirliði Bjarki Aðalsteinsson, númer 5 Tómas Orri Róbertsson, númer 6 Viktor Guðberg Hauksson, númer 7 Kristoffer Konráðsson, númer 8 Einar Karl Ingvarsson, númer 10 Guðjón Pétur Lýðsson, númer 11 Símon Logi Tassabong, númer 16 Marko Vardic, númer 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson og númer 26 Sigurjón Rúnarsson. Þjálfari liðsins að sjálfsögðu Helgi Sigurðsson. Og lið gestanna í Þrótti Reykjavíkur. Þar í markinu Sveinn Óli Guðnason, númer 2 Eiríkur Þorsteinsson Blöndal, númer 5 Jörgen Pettersen, númer 8 Baldur Hannes Stefánsson fyrirliði, númer 9 Hinrik Harðarsson, númer 11 Ágúst Karel Magnússon, númer 15 Aron Snær Ingason, númer 24 Guðmundur Axel Hilmarsson, númer 26 Emil Skúli Einarsson, númer 33 Konstantín Píkul og númer 99 Konstantín Jerashenko. Dómari leiksins hér í dag Guðgeir Einarsson og honum til aðstoðar Egill Guðvarður Guðlaugsson og Guðni Freyr Ingvarsson. Og það enginn annar en Gylfi Orrason sem eftirliðsmaður hjá okkur hér í kvöld. Stinningskaldi mættur hérna í stúkuna, byrjaðar að syngja og tralla, hérna sjáum við stöðuna. Grindavík situr í 4. sætinu með 14 stig og getur jafnað Skagamennastigum með sigri hér í dag. Mikilvægur leikur fyrir strákana. En Þróttarar sitja í 7. sæti með 10 stig og geta þá jafnað Gróttu og Þóra stigum með sigri hér í dag. Þá þetta að fara af stað hérna. Grindvíkingar ætla hérna að byrja með boltann og sækja í átt að Þórbirni. Síðasta leikur Grindavíkur, góður sigur á móti Ægi í Þorlákshöfn þar sem að Símon Logi Tassabong gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu og við skulum vona að hann verði á skotskónum hér í dag. Það óbreytt lið hjá Grindavík síðan í síðasta leik. Þróttar að gera hins vegar eina breytingu, þar kom Emil Skúli Einarsson inn í byrjunarliðið frá því sigurleiknum á móti Gróttu þar sem þeir unnu 2-1 sigur. Og hjá Grindavík það raun og veru bara Óskar Örn Hauksson sem frá vegna meiðsla. Dagur Austmann Hilmarsson reyndar líka að sjálfsögðu. En ég held að fara nú að styttast í að Dagur mætti að sagði, hér sending upp í hornið en Þróttararnir hreinsa í innkast. Maja hérna með tilþrif á kantinum, tekur hann á kassan. Bjarki hérna með boltann í öftustu línu. Hann og Sigurjón mynda hérna sterkt miðvarapar hjá Grindvíkingum. Grindvíkingar halda hér boltanum í rólegheitum. Svona strekkingsvindur og annað markið eins og við þekkjum kannski ágætlega hér í Grindavík. En annars bara völlurinn allur að vera betur og betur. Dagur Ingi hér með boltanum upp í horninu. Spila tilbaka á Einar Karl. Ian David Jeffs hérna á hliðarlínu Þróttara, þjálfari liðsins. Stýrir sínum mönnum og segja þeim til. Mikill reynslu bolti, fjölmarga leiki í efstu deild með IBVF og Val og fleiri liðum. Þróttar að vinna hér innkast út á hægri kanti, vinstri kanti fyrirgefði. Spila með vindinn í baki hér í fyrri hálfleiknum. Og eins og við sjáum þá tekur vindurinn vel í boltan. En þó svo hefði verið blanka logn í dag þá hefði þessi bolti alltaf endað fyrir aftur endalínu. Erfið sending þarna. Meira svona segir Stinningskaldi. Verið líf á 4 á pöllunum hjá Grindvíkingum á tímabilinu. Skemmtileg stemning sem hefur myndast. Þróttararnir pressa hérna vel.
komast fyrir boltan þegar Sigurjón sendir hann fram. Ég ætla að biðja þá stuðningsmenn Þróttar sem eru að fylgjast með leiknum að sýna með skilninga. Það er afboðslega erfitt að sjá númerin á baki leikmanna. En ég er svona reyna að gera mitt besta í því. Sigurjón hér með boltan í öftustu línu. Spila boltan fram og Símon Logi skallar tilbaka. En Þróttararnir vinna, langur bolti fram, ekki mikil gæði í þessu hingað til svona fyrstu mínúturnar. Og Grindvíkingar reyna að byggja upp sókn að nýju. Kristófer Konráðsson hér með boltan í vinstri bakvörðunum kom til Grindavíkur fyrir tímabilið. Og svo sjálfsögðu reynslu boltinn Einar Karl Ingvarsson þarna á miðjunni. Hérna hægra megin hjá Þrótturum leikmann með 15 Aron Snær Ingason, markahæsti leikmaður liðsins hingað til, setur hér pressu á Bjarka og skorar 4 mörk á tímabilinu. Eins og við sjáum Þróttararnir pressa vel á Grindvíkinga sem að leysa þetta ágætlega hingað til. Aron með langan bolta fram, boltinn aftur fyrir endalínu og Konstantín Píkul hér með boltan tekur innkasti fyrir Þróttara. Skila boltanum til Eiríks Blöndal sem ætlar að kasta þessu hérna inn. Langur bolti hérna yfir til vinstri, Viktor Guðberg skallar yfir í innkastið. Og Þróttar að reyna að byggja upp sókn. Sendi hérna upp í vinstra hornið. Tómas Orri til varnar. Þróttar er hér að berjast við að komast inn í teiginn. Konur upp endalínu, fyrirgjöf, en það er Sigurjón mættur á réttum stað. Og við tapar boltan á hættulegum stað, boltinn yfir á fjær, en Bjarki skallar hann. Kristófer með misheppnaða hreinsun, en gerir vel í að vinna boltan, var á undan þarna. Boltinn í innkast, fyrir að fara varlega með þessar sendingar. Hættur auðvitað að missa hann á þessum stað. Þróttar að fá innkasti hérna upp í hægri horninu. Baldur hérna kemur inn í teiginn á greinilega að fara í þennan skallabolta. Baldur Stefánsson fyrirliði liðsins. Langt innkast. Og skot sem hann fór af Grindvíkingi og það er fyrsta hornspyrna leiksins. Gætu verið hættulegar hornspyrnurnar í þessum vindi. Fastur bolti en fer aftur fyrir endalínu við nærstöngina. Þróttar að vilja meina hann hafi farið af Grindvíkingi en Guðgeir dæmir markspyrnu. Og Grindvíkingar geta stillt upp í sókn, byrja að spila hérna Bjarki á Aron, ætla að byggja upp sóknin til rólegheitum. Símon Logi eltir þennan. Já, hér er ágætt liðið að pressa þennan bolta út af. Grindvíkingar vinna innkast. En Þróttar að fljótur í að vinna hann tilbaka. Og sending fyrir markið og það eru Þróttarar sem eru komnir yfir. Sluppu þarna einir í gegnum vörnina, Aron varði. Svo var sýnst með Bjarka á línu, en það eru Þróttarar sem eru komnir yfir hér í Grindavík. Ég verð að viðurkenna, ég sá hreinlega ekki númerið á bakinu á þeim sem skoraði þetta mark. En, já, ekki alveg nógu góð byrjun hérna hjá okkar mönnum. Þróttararnir eru þetta sáttir.
Spurning hvort þetta hafi verið Aron sem að skoraði, nei, Hinrik Harðarsson var það. Hinrik Harðarsson skoraði, leikmaður númer 9. Ungur og þrælefnilegur leikmaður, sonur góðsagnarinnar Harðar Magnússonar. Hinrik Harðarsson með fyrsta markið, búinn að koma Þrótturum í 1-0 hér á Stakkavíkurvelli. Svo ég sagði þetta fyrir leikinn, er þetta mikilvægur leikur fyrir Grindavík sem að þurfa 3 stig til að halda í við liðin fyrir ofan. Afturhending búinn að búa sér til 5 stiga forskot á toppi deildarinnar. En Grindavík getur jafna Skagamenn og minnkað muninn á Fjölnismenn í 1 stig með sigri hér í dag. Þriðja mark Hinriks á tímabilinu. Og Grindvíkingar í raun og veru ekki náð að byggja upp einn almennilega sókn hingað til. Nú fær Guðjón Pétur boltann hérna inn í miðjuhringnum. Spilar hann til vinstri, þar er Dagur Ingi. Hann finnur Kristoffer keyrir að teignum, sendir hann Símon Logi sem fær erfiðan bolta og reynir að taka við honum. Símon Logi vinnur boltann og hann jafnar metinn. Símon Logi tassapunkt. Sjóðandi heitur þessa dagana. Þrenna í síðasta leik og strax búinn að skora hér, jafna metinn. Vann þarna boltann sem að einhver misskilningur á milli markvarðarins Sveins Óla og varnarmanna. Símon Logi mættur og skoraði 1-1 á Stakkavíkurvelli. Fáum heldur betur 4-1 hérna fyrstu mínútunum og mikilvægt fyrir Grindavík að jafna metinn strax eftir mark Þróttara. Raun og veru fyrsta almennilega sókn Grindavíkur í leiknum. Hér koma þær aftur, Marko með sendingun út í vinstri, aðeins svo löng og Dagur átti ekki möguleika á þessum bolta. Helgi að segja mönnum til hér á línunni. Bjarki þarna undan, Guðmundur Axel í boltan. Jarasenko missir hann út á hérna hægra megin. Guðmundur Axel Hilmarsson stór og stæður hérna í framlínu Þróttara með þá Hinrik og Aron Snæ sitt hvor megin við sig á kontónum. Svo er það Jörgen Pettersen og Konstantín Píkul sem er á miðri miðjunni hjá Þrótturum. 2 Úkraínumenn, Jarasenko og Píkul, sem komu til Þróttara fyrir tímabili í fyrra. Léku með þeim í annarri deildinni. Þróttarar að fá hérna aukaspyrnu út eftir vinstri. Stinning skaldi ekkert allt og sáttur með þessa ákvörðun. Guðgeirs. Það þýðir lítið að deila við dómarann. Þróttararnir að fjölmenna hérna inn í teiginn. Þetta var algjörlega misheppnað. Dagur Ingi Hammer gerir vel í að vinna boltann þarna, missir hann reyndar jafnóðum. Sendingur upp í vinstra hornið, fyrir markið. Grindvíkingar vinna hann. Baráttu hérna úti til hægri. Og Þróttar að fá innkast. Helgi hérna þjálfari var eitthvað að reyna. Við hvað gerist hér, Þróttar að reyna að koma sér í skotfæri. Boltinn hérna út til hægri, með síðan Kristoffer verða undan í þennan bolta. Finnur Guðjón Pétur sem að pota boltanum fram hjá Píkul hérna á miðjunni. Fær svo dæmda þessu aukaspyrnu sem að Píkul ætlar að reyna að taka strax, en Guðgeir vill að boltinn sé færður á réttan stað. Þróttar ætla að taka þetta stutt, sýnist mér. Eða hvað?
Nei, Jarashenko kemur með langa bolta en það er Marko mættur Marko Vardic. Nú getur Grindavík sótt hratt. Boltinn, misheppnuð sendingin upp á Símon sem er þó á undan í boltan. Fékk hérna smá ítík í baki, spurning hvort að þetta dæma aukaspyrnu. Líklega rétt hjá Guðgeir að láta leikinn halda áfram og boltinn berst svo alla leið aftur til Arons í markinu. Kristófsson með boltinn hérna vinstra megin, spila tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson, Einar Karl á miðjunni. Geysilega mikið reynsla þar á ferð, Einar Karl Ingvarsson. Íslandsmeistaratitlar með Val, sendingin upp í horni, Marko Vardic. Nær ekki boltanum og Þróttarar ná að hreinsa í innkast. Og Marko hérna við það að vinna hornspyrnu en Þróttarinn nær að sparka boltanum í hann út af og það eru þá gestirnir sem fá markspyrnu hérna frá sínu marki. Það var auðvitað leikur hér í gærkvöldi hjá meistaraflokki kvenna þar sem Grindavík tók á móti Augnablik og unnu þar góðan sigur 3-2 eftir að hafa verið 3-0 yfir í hálfleik. Fyrrum landsliðskona Sandra Sigurðardóttir að sjálfsögðu í marki Grindavíkur eftir að hafa komið til liðs við liðið á dögunum vegna markvarðakrísu í liðinu. Gaman að sjá mikla góðsögn og Sandra er koma í marki hjá ungu efnilegu liði Grindavíkur. Klafs hér á miðjunni, Marko vinnur boltan, finnur Tómas Orra hægra megin. Það eru Grindvíkingar sem fá innkast. Kristófer Konráðsson að fá hér einhver skilaboð frá Benóni aðstoðarþjálfara. Langur bolti hérna fram, Guðmundur Axel nær að skalla hann. Reynir að finna Hinrik sem að gerir vel í að halda boltanum inni. Sigurjón á undan þarna og þarna var Guðmundur Axel einfaldlega allt og seint. Spurning hvort að Guðgeir ætlaði að spjalda hann. Sýnist hann ætla að láta tiltalið duga. Það er nú alveg rétt að henda gulspjaldinu upp þarna. Hann var of seinn í þessa tæklingu. Mér sýnist Benóni aðstoðarþjálfari hérna ekkert verið alltof sáttur með þessa ákvörðun. Er eitthvað að ræða þetta við Egil Guðvar, aðstoðardómara. En Grindavík með aukaspyrnu. Jöktur til línu og Sigurjón finnur þar makkarinn sinn Bjarka Aðalsteinsson og þeir spila hér sín á milli. Byrja að byggja upp sókn fyrir Grindavíkurliðið. Kristófer með misheppnaða sendingu sem Eiríkur Blöndal komst inn í. Aron hér hægra megin í fyrirgefa stöðu. Fyrirgefin hins vegar misheppnuð og það var Bjarki sem komst á milli. Dagur Ingi og Guðjón Pétur spila hér saman á vinstri kantinum og Tómas Orri fær boltan, reynir að finna Marko út í hægra megin en sendingin allt of innarlega og endar hjá Sveini í markinu. Langur bolti hérna yfir þar sem að Eiríkur er mættur, tekur vel á móti honum og kemur honum fyrir þar. Vinna Þróttarar hornspyrnu, Viktor náði ekki þessum skalla og Þróttarar vinna hér hornspyrnu frá vinstri. Ætlaði eflaust að skrúfa boltan inn að marki, nýta sér vindinn. Margir inn í marktegnum. Þessi fer í gegnum allan pakkan, aðeins og hár bolti. Spurning hvort það hefði vantað aðeins meiri grimmd þarna hjá Þróttamönnum, hjá sóknarmönnum Þróttar í þennan bolta. Erfitt að verjast þessu. Og það er markspyrna frá marki Grindavíkur sem þeir taka stutt eins og oftast. Aron tæpur þarna. Guðmundur Axel var nærði kominn fyrir þennan bolta. Og Eiríkur er komið boltan í hendurnar, ætlar að taka innkastið.
Finnur Aron sem að tekur boltan með sér og fær aukaspyrnu á hættulegum stað. Og nú Guðgeir komið með gula spjaldi í hendurnar. Það sýnst mér vera Bjarki Aðarsteinsson sem að fá það gula spjald. Það hans 4. á tímabilinu. Sem að, ef ég hef rétt fyrir mér, þýðir að hann verður þá í leikbann í næsta leik. Ég verð að viðurkenna að ég sá þetta ekki alveg nógu vel en svona við fyrstu sín sá ég ekki beint ástæðuna fyrir því að henda spjaldi á loft. En það Konstantín Jarasjenko sem stendur yfir boltanum og þeir báðir Úkraínumennirnir Jarasjenko og Híkul. 3 menn í varnarvegg Grindvíkinga og Aron Dagur að sjálfsögðu þar fyrir aftan. Nokkuð erfitt skotfæri fyrir réttfættan mann en hann reynir Jarasjenko en skoti vel yfir markið, aldrei hætta þarna á ferð. Tveir boltar á vellinum og það má víst ekki, þannig að það þarf að koma hinum boltanum út af áður en við getum byrjað. Sigurjón ætlar að keyra hér upp völlinn að finna samherja, langur bolti sem að fer í innkast. Svona smá erfiðleikar að byggja upp sóknir hjá okkar mönnum. Sendingin út til hægri, Kristófer gerir vel í að koma sér á milli og kemur boltanum út af áður en að Aron náði til hans. Nei, áður en að Eiríkur náði til hans. Langur og hár bolti hérna frá Eiríki. Aron kemur út af markinu og hansamar knöttinn örugglega. Aron Dagur Birnisson verið að spila vel í marki Grindvíkinga. Hörkugóður markmaður þar á ferð. Bjarki finnur hérna Kristófer út til vinstri. Einar Karl, Dagur en sendingin misjöfnum spurning hvort hann hefði ekki bara átt að finna Einar Karl aftur þarna í fætur. Nú koma Grindvíkingar, ætla að reyna að sækja hratt. En Tómas Orri og Guðjón Pétur eitthvað samskiptaleysi þar og þeir missa boltann frá sér. Og Þróttarar fá svo aukaspyrnu á miðjum vellinum. Jarasjenko fljótur að spila boltanum út til vinstri. Og það Emil Skúli Einarsson sem spilar þetta vinstri bakvörðin hjá Þrótturum. Boltinn hingað út til hægri á Eirík. Dagur til varnar. Og Þróttarar í skotfæri í teignum. En Grindvíkingar gera vel í að vera Kristófer Konráðsson komst þarna fyrir skotið. Og Þróttarar fá þið held innkast hérna alveg við hotfána. En hotspyrna það. Þeir rúma 21 mínúta í liðin að leiknum. Hinrik Haraldsson hér með boltan með fyrirgjöf. En Aron Dagur kemur og grípur boltan, vel gert í Aroni þarna. Fyrirgjöfin var ágætt hjá Hinrik í nokkuð erfiðri stöðu. Og Bjarki fær hérna boltan. Kristófer nú smá pláss hérna vinstra megin. Dagur Ingi fær hann í fætur, spurning hvort hvað hann gerir. Reynir að finna Símon, fær boltan aftur, Einar Karl með boltan. Kristófer. Grindvíkingar að reyna svona aðeins að keyra upp tempóið í spilinu. Símon Logi fær boltan hérna upp á topp, Guðjón Pétur finnur það vinstra megin, Kristófer kemur utan á hlaupið en Dagur ákveður að senda fyrir og Þróttarar ná að skalla boltan frá í innkast. Kristófer var með pláss þarna upp í vinstra horninu en Dagur ákveður að reyna sjálfur. Guðjón Pétur og Kristófer spila hérna saman. Mikil barátta hérna og Þróttarar ná að hreinsa boltan frá. Guðmundur Axel fær boltan hér í fætur, gerir vel í að finna Hinrik sem að kemur boltanum upp kantinn en
Nær ekki að halda knettunum inn á. Viktor með boltan hægra megin, finnur Marko Vardic sem að fær pressun á sig og reynir að senda upp í hornið, en boltinn skrúfaðist þarna út af, fór aftur inn á, en Grindvíkingar eiga innkastið. Ekkert svona almennilegt færi komið eftir að Grindvíkingar jöfnuðu metin í 1-1. Svona verið svolítið hnoð. Boltinn þó verið meira á vallarhelmingi Grindvíkinga. Þróttar að verið svona aðeins meira að sækja. Marko hér í baráttunni við Þróttara og dæmd aukaspyrna. Stúkan ekki alveg sátt með þetta, lætur Guðgeir aðeins heyra það. Og þá eru það Þróttara sem að reyna að byggja upp sókn. Hinrik fær boltan hérna í svæðinu á milli, varnarna miðju, Finnur Eirík úti til hægri. Hann er í fyrirgjöf, en Kristófer kemst fyrir boltan sem fer aftur fyrir endamörk og Þróttarar fá enn eina hornspyrnuna. Þetta skiptir frá hægri. Ég sé hreinlega ekki númer á þeim sem er að taka þessa hornspyrnu. Boltinn er þá inn á vellinum og hann hafnar þarna í höndunum á Aroni sem gerði vel í að halda honum. Jarashenko var það þetta sem var að taka hornspyrnuna, átti fyrirgjöfina. Bjarki Aðarsteinsson með boltan í höfnspyrnulínu, eitthvað ósáttur með félaga sína, vantaði fleiri möguleika til að spila boltan. Boltinn hérna yfir á Sigurjón sem að keyrir af stað. Kristóf með boltan, spilar upp á Dag sem hann nær að halda. Jarashenko til hliðar við sig, barátta og spurning hvort að Dagur hafi ekki átt að fá aukaspyrnu þarna, það var aðeins haldið í hann. En Guðgeir dæmir ekki neitt, Dagur pressar ágætlega en Þróttararnir fá innkast. Hérna hægra megin, Konstantín Píkul í baráttunni hér við Dag. Jens líflegur hérna á hliðarlínunni. Guðmundur Axel er að finna Hinrik sem hann nær að halda boltanum inn á en ekkert meira en það. Kristófer Konráðsson með boltan, Guðjón Pétur og Bjarki. Grindvíkingar gera þetta vel, færa boltan vel yfir til hægri. Viktor Guðbjörg með plássið, náði ekki að taka boltan alveg nóg vel með sér og þarf að spila tilbaka. Og Grindvíkingar hefja nýja sókn. Það er svona aðeins meira tempó í sóknarleikinn hjá okkar mönnum. Einar Karl með pláss hérna á miðjunni. Það er að finna Kristófer hérna úti til vinstri. Fínasti bolti. Kristófer 1 á móti 2. Það er að spila tilbaka, Guðjón Pétur færa hann. Spila tilbaka á Bjarka. Tómas Orri hérna kall eftir boltanum í hlaupi inn í tegin en full erfið sending. Einar Karl með boltan, spilar yfir á Viktor Guðberg. Grindvíkingar aðeins að ná að halda boltanum núna. Inn á vallarhelmingi Þróttara. Guðjón Pétur, frábæran hægri fót, finnur Dag í fætur. Þróttar að gera ágætlega að komast á milli, Sigurjón, finnur Kristófer Konráðsson hér í svæðinu. Einar Karl, aftur á Kristófer. Fyrirgjöf fyrir markið,
Dagur með skallan sem fór eiginlega bara beint upp í lofti, fékk boltan hann eiginlega aðeins fyrir aftan sem sýndist mér. En dugnaður í degi þarna, strax mættur í pressuna. Kom í veg fyrir að Þróttararnir gætu komið boltanum fram völlinn. Langt innkast hjá Þrótturum, Guðmundur Axel og Aron í baráttunni. Aron ekki að halda boltanum inni. Þennan bolta eiga Grindvíkingar. Jó, ég held að þetta sé alveg réttur dómur. Þróttararnir ekki sáttir. Ég gat ekki betur segja að þetta væri Grindavíkurbolti. Dagur með boltan hér, finnur Símon Logi eldsnöggur. Hérna gegn Baldri. Baldur gerir ágætlega í að stíga hann út og vinna boltan af honum. Baldur Hannes Stefánsson fyrirliði Þróttara. Guðjón Pétur, Marko með boltan, Viktor fær hann hérna hægra megin í góðu hlaupi. Hvað ætlar Viktor að gera? Sendingu fyrir markið og þarna var Dagur Ingi í góðri stöðu. Fékk boltan kannski svolítið óvænt, bjóst ekki alveg við því að hann færi þetta í gegnum pakkan. Og náði ekki að koma boltan almennilega markið. Þarna fengu Grindvíkingar góða stöðu hægra megin, Viktor með hættulegan bolta fyrir. En við náðum ekki alveg að nýta okkur þetta. Voru þarna 3 sóknarmenn Grindvíkinga inn í teignum en boltinn datt ekki alveg fyrir þá. Akkurat eins og þeir vildu. Það eru Þróttarar sem fá markspyrnu. 17 ætlar að lúðra þessum fram. Marko skallar þennan en hann fer aftur til Aron Stax í markinu. Tæpar 30 mínútur liðnar á leiknum hérna og staðan 1-1 eftir 2 mörk snemma leiks. Grindvíkingar aðeins að sækja sér verið núna. Kristoffer með misheppnaða sendingu. En Jarashenko fellur þarna við og Grindvíkingar vinna boltinn framalega. Guðjón Pétur, ekki Guðjón Valur, hann var ekki í Grindavík síðast ég vissi. Þróttararnir vinna boltann og koma hér. Spila tilbaka og byggja upp sókn. Baldur með langa sendingu yfir til hægri en þar Kristoffer Konráðsson mættur og svo Dagur Ingi hér með boltan. Finnur Einar Karl á miðjunni. Og þarna Guðmundur Axel við það að sleppa í gegn en Aron Dagur var snöggur út á móti. Sigurjón misti boltan þarna aðeins og langt frá sér. Það að gera sér hérna einhver læti. Það fær Guðmundur Axel gula spjaldið og lendir svo í einhver orðaskaki við að mér sýndist Bjarka. En Guðmundur Axel fékk þarna gula spjaldið fyrir að vera aðeins svo seinn í Aron Dag. En Aron Dag gerði vel í að vera þarna undan í boltan. Þetta alltaf erfið staða fyrir markmann. Sekúndubrot og seinna þá getur verið að fá á þig víti, aukaspyrnu, rautt spjald og hvað sem Þannig að Aron Dag gerði vel í að vera þarna undan. En Grindvíkingar með aukaspyrnu á vítategsboganum. Smá læti þarna eftir brotið. Aron kvenkar sér ennþá. Eitthvað í fætinum eftir þetta samstuð. Vonum að það sé ekki neitt alvarlegt. Símon Logi fellur hérna við og vill fá aukaspyrnu en Guðgeir lætur leikinn halda áfram. Þróttar reyna hér að fara upp vinstra megin. En Viktor Guðberg þar vandanum vaxinn. Vinnur boltan. En Þróttarar vinna hann jafnóðum. Baldur finnur hérna samherja sinn, Konstantín.
Kristófer finnur Dag, nú Dag með smá plás. Boltinn yfir á Guðjón Pétur á miðjunni. Kristófer færir hann. Kemur með sendingu. Fyrirgjöf sem Þróttarar hreinsa en Marko er fyrstur á nánum. Viktor með pláss hérna hægra megin. Kemur fyrirgjöfuna og fyrirgjöfun ágæt. En búið að dæma aukaspyrnu á Grindvíkinga í teiknum fyrir bakgrindingu. Hefur verið að skapast hætta þegar að Viktor Guðberg er að fá boltan hægra megin. Hefur verið með pláss í 2-3 skipti. Færið áðan var líka eftir þannig stöðu. Nú eru það Þróttara sem hins vegar með pláss hérna vinstra megin. Sendingin frá Eiríki einfaldlega bara ekki nógu góð. Og Grindvíkingar fá markspyrnu. Þarna voru Þróttarar með hellingspláss hægra megin en vinstra megin frá þeim séð. Og hefðu geta nýtt þetta betur. Þessi betur fyrir gerðu það ekki. Aron Dag með boltan og Bjarki finnur Guðjón Pétur sem gerir vel í að finna Einar Karl. Og Sigurjón vel gert á Grindvíkingum þarna færa boltan fram völlinn. Frá vinstri til hægri. Viktor kemur á strauginu hérna, reynir að finna Símon Loga en Þróttararnir ná að komast fyrir. Viktor Guðberg aftur. Og Einar Karl þarna næra skalla boltan í innkast sem Þróttarar fá á miðjum vallarhelmingi sínum vinstra megin. Stinniskaldi í fullu fjöri nú þegar rúmar 10 mínútur eru til hálfleiks. Kristófer með pláss. Aron gerir vel í að loka. Þannig að Kristófer þarf að spila tilbaka. Fær boltan hér aftur. Guðjón Pétur. Sigurjón. Viktor með boltan hérna hægra megin. Og Tómas Orri gerir vel, finnur Marko sem að leitar að Símonu Loga en Þróttararnir komast fyrir. Kristófer reynir að koma sér í skotstöðu með skot með hægri fæti. En Sveinn Óli ver þannan og hélt boltanum. Ágætlega gert hjá Kristófer. Liggur í loftinu, segir Stinniskaldi. Jú, ég vil bara segja það. Grindavík hefur aðeins verið að stíga fastar á bensíngjöfuna síðustu mínúturnar. Eftir svona frekar litlausa byrjun. Viktor vinnur boltan og finnur Dag Inga hérna vinstra megin. Dagur Ingi finnur Viktor aftur og Þróttararnir komast fyrir með ágætistæklingu og koma boltanum aftur fyrir endamörk. Og það er hornspyrna sem að Grindvíkingar fá frá vinstri. Það er Dagur Ingi Hammer sem ætlar að taka þessu hornspyrnu. Tómas Orri og Kristófer látnir bíða hérna aðeins tilbaka. Dagur Ingi með sendinguna fyrir og það er Sigurjón sem er að skalla hann yfir á fjarstöngina. En engin Grindvíkingur þar boltinn aðeins á hár og endar aftur fyrir endamörk. Sigurjón gerði vel í að vera þarna fyrstur í boltan. Langur bolti fram sem Guðmundur Axel reynir að elta en Sigurjón er fyrstur í boltan, nær þó ekki haldunum inn á. Og Þróttar að byggja upp sókn. Hinrik með boltan. Jörgen Pettersen hér á miðjunni. Eiríkur með boltan hægra megin, sending fyrir sem Bjarki nær að hreinsa í burtu. Þó ekki langt. En Tómas Orri gerir vel í að koma boltanum og bæja hettinu frá. Það eru Grindvíkingar sem fá innkasti hérna.
Aukaspyrna hérna dæmd á Þróttara. Það er Tómas Orri sem ætlar að reyna að taka hann að snemma en náði ekki alveg. Sending frá Marko sem að Kristófer rétt haldinn á vellinum. Og boltinn allalega aftur á Aron Dag sem að finnur Einar Karl á miðjunni. Sigurður með boltan. Gerir vel þarna Sigurjón. Finnur Tómas Orra sem er með plás. Boltinn yfir á Kristófer, fýtt bolti hingað. Kristófer með plás hérna vinstra megin. Guðjón Pétur. Og Símon Logi ætlar að reyna að snúa sig við með boltan. Spila hann tilbaka á Guðjón Pétur sem að gemur hann allavega yfir á Viktor. Og Viktor Guðberg setur hann yfir á vinstri. Finnur Einar Karl, hann getur skotið. Boltinn í varnarmann Þróttara. Sem að liggur hér eftir, fékk boltan í höfuðið, eða setti höfuðið réttar að satt í boltan. Til þess að varna því að boltinn færi á markið. Og það er beðið aðstoð. Engin áhætta tekin með þessu höfuðmeiðsli. Ég ætla rétt að vona ekki. Eins og ég fór hérna yfir í upphafi þá er Grindavík í 4. sæti deildarinnar með 14 stig. Getur jafnað Skagamenn að stigum með sigri hér í dag. En Þróttararnir eru í 7. sæti fyrirgefið með 10 stig. Og vinni þeir hér í dag þá mun aðeins einu stigi á Þrótti og Grindavík. Það voru leikir sem fóru fram í deildinni í gær. Þar vann topplið Aftureldingu sigur á Fjölni í toppslag 4-3 í Mosfellsbænum. Skagamenn rótbustuðu Þórsara 4-0 á heimavelli sínum og hafa verið að vakna til lífsins eftir fremur erfiða byrjun. Og það eru síðan 2 leikir í deildinni á sunnudag. Þar sem Vestri tekur á móti Ægi á Ísafirði og Leiknir á móti Njarðvík í Breiðholtinu. En Grindvíkingar eru komin með boltann einn upp með hægra megin. Marko með sendingu var að reyna að finna Símon Loga en Þróttararnir komist fyrir. Mark Símonar áðan hér áðan var hans 4. mark í sumar. Skoraði auðvitað þrennuna góðu gegn Ægi í síðasta leik og spurning hvort að það hefði ekki kveikt í honum. Hellingstöfrar í Símoni Loga. Bæði mörkin hérna koma á fyrstu 10 mínútunum. Þróttarar komist yfir á þeirri 7. með marki Hinriks Harðarssonar og Símon Logi Tassapong jafnaði síðan á þeirri 9. Kristófer reynir hérna sendingun í tegin en Þróttararnir gera vel í að verjast. Bjarki með boltan. Finnur Aron Dag allalega tilbaka. Fyrir að stytta sér í hálfleikinn. Sigurjón finnur Kristófer hér vinstra megin sem kemst fram hjá Eiríki. Sendingus upp í horni, góðu bolti. Guðjón Pétur er fyrstur. Nei, púaði maður rangstöðu. Þetta var efnilegt. Guðjón Pétur dæmdur rangstöðu, var búinn að finna Tómas Orra þarna sem var komin í algjört dauðafæri. Og ég ætla ekki að fullyrða það hvort að þetta hefur verið réttur dómur. Við treystum þessu góðu mönnum sem eru að dæma hér í kvöld. Þróttar að byrja hefja sókn. Tómas Orri vinnur boltan hérna hægra megin. Það eru Þróttarar sem fá innkast. Tæpa 3 mínútur til loka fyrri hálfleiks. Grindvíkingar aðeins verið að sækja í sig veðrið síðustu 10 mínúturnar. Sótt meira en þau gerðu þar á undan. Það eru Þróttarar hér sem er að sækja. Hinrik finnur Eirík hérna út í hægra megin.
sem kemur sendingu fyrir en Kristófer fyrir boltanum. Guðmundur Axel með sendinguna og Grindvíkingar rétt ná að verjast þessu áður en Jarasenko nær skoti að marki og Þróttar að fá hornspyrnu. Mér sýnist að vera Jarasenko sjálfur sem ætlar að taka hana. Hárboltið inn í teginn, Marko Vartis kallar hann aftur fyrir sig. Hinrik með skottilraun sem að fyrir Grindvíkingu Þróttar að biðja hendi. Það hefði verið ansi hart að flauta þarna á mínu mati. Það eru Grindvíkingar sem fá innkast hér í aftarlega vinstra megin. Einar Karl og Kristófer reyna að spila eitthvað saman. Einar Karl missir boltan út af. Og Konstantín Píkul gerir sig hérna tilbúinn til þess að kasta boltanum langt inn eins og hann gerði áðan. Og Þróttar að ná að koma boltanum fyrir markið og þarna munaði heldur betur litlu að þeir kæmast í boltan. Hinrik með sendingun aftur fyrir, Bjarki skallar hann frá, Píkul með skoti en það hátt yfir markið. Þetta var hættulegt eftir innkastið, Þróttararnir náðu að skalla boltan inn í teginn og boltinn fór rétt framhjá einum Þróttararnum sem kom þar á ferðinni. Og sem betur fyrir Grindvíkinga var ekkert meira úr því. Aron Dagur með langan bolta hérna fram. Píkul og Dagur í baráttinu. Símon Logi fær sendingu inn og Símon Logi að sleppa í gegn. Hvað gerir Símon Logi með hægri fæti og hann skýtur boltanum fram hjá dauðafæri þarna hjá Símoni Loga. Gerði frábærlega í að stinga sig fram fyrir varnarmanninn með boltan á hægri og sett hann fram hjá stönginni. Kjörið tækifæri fyrir Grindvíkinga að koma sér í fórustuna fyrir hálfleikinn. Hvað ætla Þróttar að gera? Nú er það Hinrik. En hann er dæmdur rangstæður, kominn hérna aðeins í gegn. Dæmdur rangstæður, ég held að þetta hefði verið réttur dómur. Og Grindvíkingar reyna að byggja upp sókn. Bjarki þarf að leita tilbaka og Aron Dag. Einar kallar boltann, Þróttararnir að pressa. Eins og þeir hafa gert áður í leiknum. Setja Grindvíkinga í smá vandræði. Og vinna boltann, innkast hér til hægri. Þá er það að sjálfsögðu Konstantín Píkul sem mætir til þess að kasta langt inn. Skapaði hættu áðan. Taktík sem íslenska landsliðið notaði og notar enn löngu umkastun. Burt með boltan syngja sinniskaldamenn. Langt innkast. Símon Logi fyrstur í boltan og Þróttarar með skottilraun sem fer yfir markið. Og þá flautar Guðgeir Einarsson til loka fyrri hálfleiks hér á Stakkavíkurvelli. Staðan að honum loknum 1-1 eftir 2 mörk á fyrstu 10 mínútum leiksins. Hinrik Harðarsson kom Þrótturum yfir þegar að 7 mínútur verið liðnar þegar að Guðmundur Axel og Hinrik sluppu í gegn. Og Hinrik náði að klára eftir að Aron Dagur hafði varið fyrsta skotið en aðeins 2 mínútur síðar var það Símon Logi Tassapong sem að jafnaði metin, gerði vel í að fara fram hjá varnarmanni og skoraði eftir smá misskilning í vörn Þróttara. Þróttararnir voru duglegir að pressa á Grindvíkingar hér í byrjun, settu þá í nokkur vandræði en Grindvíkingar hafa verið að sækja í sig veðrið síðustu mínúturnar og voru geysilega nálægt í að komast í fórustunum hérna rétt undir lok fyrri hálfleiks þegar Símon Logi slapp einn í gegn en skaut framhjá. Við ætlum að taka okkur smá pásu og komum svo aftur með síðari hálfleikinn innan skamms.
Þetta Bjartmar. Þannig að bara er okkur á ball, eða? Ég bara manna ekki nákvæmlega. En spurðu Sólu.
Jæja, verið velkomin aftur. Síðara hálfleikur að fara af stað hér á Stakkavíkurvelli. Sýnist bæði liðin koma óbreytt til leiks í síðara hálfleikinn. Staðan 1-1. 45 mínútur eftir. Grindvíkingar með strekkingin í bakið í síðara hálfleiknum. Það eru Þróttarar sem byrja hér á að sækja. Hinrik Harðarson með boltan hérna vinstra megin. Spila boltan tilbaka á Ágúst Karel og Emil Skúli hér vinstra megin, vinstri bakverðinum. Hinrik nær ekki að halda þessum inn á. Hinrik var hér orðið í eyra frá dómaranum fyrir að sparka boltanum í burtu. Guðgeir bendir á þetta að vera í annað skipti sem hann gerði þetta. Viktor Guðberg og Tómas Orri spila hérna saman. Sendi ekki frá Tómas Orra aðeins og löng. Og Viktor nær boltanum ekki. Emil Skúli hérna boltan vinstra með Símon setur pressuna og Guðjón Pétur heldur síðan áfram að pressa. Baldur með langan bolta upp völlinn. Þar er Kristoffer Konráðsson sem tekur á móti honum. Finnur Guðjón Pétur í fætur. Dagur Ingi spila boltanum með Þróttarar að komast á milli. Aron keyrir hér upp völlinn, finnur Hinrik vinstra megin við sig. Hinrik keyrir inn í teginn. Komin í fyrirgeða stöðu. Viktor er fyrir, en Þróttarar vinna hornspyrnu. Hornspyrna hérna frá vinstri. Sýnist að vera Jarasenko sem að gera sér tilbúinn. Snýr boltanum inn að marki, en það er Bjarki Aðalsteinsson sem skallar boltan frá. Þróttarar fá innkast, hægra megin á vellinum. Kemur eflaust langt innkast eins og í fyrri hálfleiknum. Örlítið erfiðara núna með vindinn á móti. En innkastið langt. Bjarki skallar frá. Það er Marko Varða og Bjarki í þetta skipti sem hann er að hreinsa Guðmundur Axel og Marko í skallæginvígi. Og Grindvíkingar ná að hreinsa Símon Logi hér á fullri ferð í pressunni. Emil Skúli aðeins á undan og Sveinn þrumar boltanum hér upp völlinn. Dagur Ingi með boltan hérna vinstra megin, en kemst ekki fram hjá Eiríki hægri bakverði Þróttarar. Og það eru Grindvíkingar sem fá innkast hérna úti til vinstri. Gestirnir ekki alveg sáttir með þessa ákvörðun. Aðstoðardómarans Gunnar Freyr Ingvarssonar. Viktor Guðberg með boltan, reynir að spila honum upp á Tómas Orra. En það er Ágúst Karel sem komst á milli. Tómas Orri spila boltanum upp í hornið á Marko Vardic sem kemur boltanum fyrir. Ágætis sending, en Sveinn í markinu kemur út og handsama knöttinn. Nú er það Þróttarar að spila. Grindvíkingar ekki alveg eins grimmir í pressunni og gestirnir voru í fyrri hálfleiknum. Ágúst Karel gerir vel, fær boltan hérna aftur frá Guðmundur Axel og Bjarki rennir sendi boltan áður en að Aron Snær kemst í hann. Jörgen hér með boltan á miðjunni. Dagur Ingi duglegur að vanda og vinnur tilbaka. Viktor Guðberg spila tilbaka á Einar Karl. Fær boltan hér aftur. Finnur Marko. Tómas Orri spila boltanum upp í hornið. Boltinn aðeins svo langur sýnist mér og Marko nær ekki boltanum.
Benóni og Helgi gefa hér skipanir til sinna manna að pressa framar á Þróttarana. Reyna að halda þeim hann í smáklemmu upp í hægra horninu. Þróttararnir ná að koma boltanum upp öll, Jarasenko gerði ágætlega en boltin fór þó beint á Kristoffer Konradsson. Sigurjón Rúnarsson spilar hann hérna út á Viktor Guðberg. Viktor Guðberg reynir að finna Tómas Orra hér í fætur en Þróttararnir hreinsa í innkast. Það var fjölmennt hérna í hálfleikskaffinu, margir sem að flúðu inn í hlíuna. Menn sammála það að Grindvíkingarnir þyrftu að stíga aðeins upp. Þau eru hérna að vinna hornspyrnu. Marko Varsits gerði það og það er Einar Karl Ingvarsson sem gerir sér tilbúinn í að taka hornspyrnuna. Frábæra vinstri fót, Einar Karl. Svo við höfum margóft síðan áður. Góð sending, Marko þarna, fyrstur í boltan, hvað er að gera sérna Þróttararnir að reyna að hreinsa boltan frá. Og það er Guðjón Pétursson sem lá þarna eftir, Grindvíkingarnir kölluðu eftir einhverjum. Og Guðjón Pétur er að reyna að gera það en Guðgeir lætur það sem vind meiru þjóta. Og Þróttararnir byrja hér að byggja upp sókn, langur bolti fram. Sigurjón vinnur þennan skallabolta. Tómas Orri missir boltan síðan út af hér hægra megin. Ágúst Karel hér. Skilur boltan eftir fyrir Emil Skúla til að taka innkastið. Hinrik skattar hann tilbaka. Ágúst Karel sem missir hann frá sér. Guðjón Pétur og Einar Karl. INTF að senda hérna varamenn Þróttar til þess að hita upp. Varamenn Grindvíkinga eru nú þegar byrjaðir að hita upp hérna fyrir aftan. Þetta til hliðar við eigin mark. Ég skal fara yfir þá sem að sitja á varamannabekkjum liðana hjá Grindavík er það Ingólfur Hávarðarson. Markmaður, hingur kannski aðeins með þetta meðan Grindvíkingar eru hér að sækja. Guðjón Pétur með boltan út að spila tilbaka á Bjarka. Bjarki missir boltan frá sér. Guðmundur Axel gerir vel hérna í að vinna boltan, klaufulegt til Bjarka. En á varamannabekk Grindvíkinga er Ingólfur Hávarðarson markmaður, Eddi Horvat, Freyr Jónsson, Dagur Örn Fjeldsted, Marino Axel Helgason, Martin Montipo og Dagur Traustason. En hjá Þrótturum er það Óskar Sigþórsson, varamarkvörður, Stefán Þórður Stefánsson, Ernest Skupski, Isaro Sanchez, Hlynur Þórðarsson, Kári Kristjánsson og Ólafur Fjallar Freysson. Grindvíkingar byggja hér sókn í rólegheitum. Þurfa að sýnast þolinmæði hér í sérhálfleik. Guðjón Pétur svona aðeins kannski lengi allan til þarna. Hinrik snöggur að setja pressuna á hann. Sigurður með boltan yfir á Bjarka sem að stígur fram völlinn. Kristófer fær boltan til vinstri. Svona líkt og í byrjun fyrir áleiks vantar kannski aðeins meira tempó í spili hjá okkar mönnum til þess að opna vel skipulagða vörn Þróttar sem að hafa fallið tilbaka núna aðeins í sérhálfleiknum með vindinn á móti sér. Guðjón Pétur með langur bolta sem að er of langur. Kristófer ekki alveg sáttur með þennan bolta sem að fór yfir hann. Benóni vill að Grindvíkingar setji pressuna á Þróttarana. Marko hér á miðjunni vinnur skallaboltan. Boltinn endar hérna hjá Ágústi Karel, vinstra megin.
sem að keyrir á Marko, en Marko með frábæra tæklingu vinnur boltan. Nú er lag fyrir Grindvíkinga að sækja hratt. Símon fær boltan upp í hornið en mér sýnist þessi bolti vera aðeins of langur. Spurning hvort að Marko hefði getið fundið einhvern annan. Símon með hlaup sem að opnaði, sem að hreyfði aðeins vörnina. Boltin er kæmur nógu góður en Grindvíkingur eru konum með aftur. Guðjón Pétur með sendinguna. Hún er fyrir aftan Tómas Orra Robertsson og endar aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki Þróttara. Þróttararnir hefja hér sókn. Sveinn með langa sendingu upp völlinn. Þessum að Bjarki einfaldlega stígur Aron Snæ út. Þróttarar með boltan hérna. Með innkast hér vinstra megin. Emil Skúli Einarsson kastar inn. Finnur Hinrik, erfið bolti fyrir Hinrik að taka á móti. Og það er Dagur Ingi sem að reynir að koma sér inn í teiginn. Aron sem að nær boltanum þarna. Guðmundur Axel finnur Hinrik. Ágúst Karel gerir vel í að halda boltanum inni. Þróttar að taka sér góðan tíma í að taka innköstin. Skúli vinnur annað innkast. Ian Tjafs að koma skilaboðum hérna til sinna manna. Jeffsy með ágætis reynslu sem þjálfari. Náttúrulega var aðstoðarþjálfari Jóns Þórs Haukssonar hjá með Alarsbanna og var vitaskuld við stjórnvölinn hjá kvennaliði IBVF í nokkur ár. Frábær leikmaður á sínum tíma. Það eru Grindvíkingar sem eiga þennan bolta og Jeffsy er ekki sáttur með þessa ákvörðun. Lætur vel heyra í sér. Ekki hafa eftir orðin sem koma hér frá Aron Bekk Þróttar. Menn aðeins að blása þar í góðu lagi. Í alvöru segir Jeffsy hér og beinir orðum sínum á aðstoðardómarann. Viktor Guðbjörg fær boltan hérna herra megin. Tómas Orri býður sig, færa hann. Snýr hér á Jarosjenko. Það þarf að leita tilbaka. Sigurður Rúnarsson með boltan hérna. Spila boltan með til vinstri á Bjarka. Bjarki og Einar Karl leysa þetta vel. Tómas Orri með pláss hérna á miðjunni og tíma. Spila boltanum upp á Marko. Sem reynir að finna Viktor, en enn og aftur eru Þróttarar ósáttir með ákvörðun aðstoðardómarans. Og nú hefur Guðgeir fengið nóg. Talar við Ágúst Karel Magnússon. Viktor kastar Marko. Viktor vildi fá boltann tilbaka en Marko ákvað að reyna sjálfur og fekk hornspyrnu upp úr krafsinu. Þá er það Einar Karl Ingvarsson sem er mættur til þess að sparka boltanum inn í teiginn. Kemur eflaust til með að snúa boltan fastan inn að markinu. Og þarna var það Bjarki sem var fyrstur í boltann en skallinn framhjá. Tæpa 15 mínútur liðnar á þessum síðari hálfleik. Hvorugt liðið náði að búa sér til
færi hér í seinni hálfleiknum. Grindvíkingar verið mikið meira með boltan. Þróttarar líka vel tilbaka og eru skipulagðir. Kristoffer finnur Hammer hérna í svæðinu. Þá er Dagur Ingi, hvað gerir hann? Keyrir hann markinu með skotið og boltinn breytir stefnu og fer fram hjá markinu. Þarna skapaðist hætta. Dagur Ingi fann sér svæðið þarna á milli miðjumanna og varnarmanna, fékk boltann, áræðinn, keyrði átt að marki, átti skot sem breytti stefnu. Sveinn var búinn að henda sér í hitt hornið og það munaði ekki miklu að þessi færi á rammann. Dagur Ingi klári að taka hornið. Skalla frá á nærstönginu. Einar Karl fyrstur á boltanum, kemur honum aftur á Dag sem að færa aðra tilraun. Þessi sending er betri en Sveinn Óli Guðnason gerir vel í að handsama knöttinn. Öruggar hendur þarna, Jarasenko tilbúin að fá hann hérna út í vinstri. Spila boltanum upp á Hinrik, hérna vinstra megin. Jörgen Pettersen færa hér á miðjunni. Dagur Ingi setur pressuna. Hinrik gerir vel, fer fram hjá Viktori þarna og er kominn á ferðinu upp kantinn. Sending fyrir marki og þessi var hættuleg. Engin Þróttari þó nógu snöggur, stinga sem fram fyrir varnarmenn Grindvíkinga. Önnur fyrirgjöf. Smá klafsindi tegnum Hinrik með boltan. Dansa hér með hann inn í tegnum. Emil Skúli býður sig hér tilbaka. Kemur með utan á hlaupið, fær boltan. Fyrirgjöfin ekki nógu góð. Og það er Viktor Guðberg sem kemur boltanum í spil upp á Guðjón Pétur. Sigurjón Rúnarsson fær hann hér tilbaka. Grindvíkingar geta anda léttar. Spurning sýnist Grindvíkingar vera að fara að hugað einhverri breytingum þegar Viktor Guðberg Hauksson er að koma seinna upp hægri kantinn, kemst inn í teiginn með sendingu en Þróttarar ná að hreinsa. Vantaði þarna einhvern möguleika að því mér sýndist. Horfðu út, segir Helgi, vildi að Viktor myndi finna einhvern. Ég gæti ekki betur séð en að Leifur Guðjónsson, liðsstjóri, væri að sækja einhvern sem á að koma hér inn á. Og þarna var það Dagur Ingi sem var fyrstur í boltanum marktegnum en var í erfiðri stöðu til að koma almennilegum skallamarkið. Spurning hver það er sem kemur hér hlaupandi eftir smá stund. Marko vinnur boltan, finnur Símon Logi fætur. Jörgen Pettersen er að koma boltanum upp völlið þar sem Guðmundur Axel er sterkari. Sigurjón liggur hér. Höfuðmeiðsli og þá þarf að stoppa leikinn. Ég skil Þróttara að vera svekktir með þetta þar sem þeir voru konur í ágæta stöðu en svona er þetta núna. Eðlilega þegar að menn fá höfuðhögg þá skal stoppa leikinn strax. Vonandi að það sé í lagi með Sigurjón. Eitthvað Þróttar að fá hér boltan tilbaka. Hinrik Harðarsson reynir að koma boltanum hérna langt yfir á Aron Snæ en sendingin ekki alveg nógu góð. Kristófur með langan bolta hérna upp í hornið sem að Dagur Ingi Hammer reynir að elta en sendingin of löng og fer aftur fyrir endamörk.
Ég sá það ekki alveg hverju það voru sem komu hérna, sem að gera sig tilbúin til að koma hér inn á. Við fáum að sjá það eftir skammastund. Held að hafi verið Dagur Örn Fjellsteð og Martin Montipo. Þróttarar líka undirbúa breytingu. Viktor Guðbjörn með boltan. Marko með pláss hérna hægra megin. Með fyrirgjöfina, en það Sveinn Óli sem fyrstur í boltan og hann samar hann örugglega. Baldur hér með boltan, kemur með langa bolta fram. Það sem Guðmundur Axel vinnur skallaði með undan Bjarka. Hinrik Harðarson að sleppa hér í gegn. En Sigurður Rúnarsson gerir frábærlega í að hlaupa hann uppi, stinga sér fram fyrir hann þannig að Aron Dagur getur komið út og hann samar knöttinn. Virkilega vel gert hjá Sigurjóni Rúnarssoni þarna. Því að Hinrik Harðarson var kominn í frábæra stöðu. Þróttarar hér með skotamarki. Boltinn hérna kominn út til hægri. Fyrirgjöf. Og þar það. Sýndist þetta að vera Ágúst Korl Magnússon sem átti hérna þrumuskot sem fór fram hjá varnarmanni. Og Aron Dagur í markinu sá ekki við þessu og það eru gestirnir sem eru komnir í forystu á nýjan leik. 2-1 fyrir Þrótti, Ágúst Korl Magnússon með annað mark þeirra í leiknum. Þá ætla Grindvíkingar að gera skiptinguna. Það eru Dagur Örn Fjellsteð og Martin Montipo sem eru að gera sig tilbúin að koma inn á. Tómas Orri Róbertsson og að því að mér sýnist Dagur Ingi Hammer Gunnarsson sem fara af velli. Dagur Örn og Martin eiga að fríska hér eitthvað upp á sóknarleik Grindvíkinga. Nú þarf að stíga upp. Sigurjón með boltan hérna út til hægri á Viktor Guðberg. Hann finnur Símon Loga. Sem hann ekki að komast fram hjá Baldri. Einar Karl vinnur á miðjunni. Spilar tilbaka á Bjarka sem kemur honum strax yfir á Kristófer. Kristófer á Guðjón Pétur sem kemur honum út til vinstri. Og Grindvíkingar vinna hornspyrnu. Dagur Örn Fjellsteð komst þarna í boltan strax. Reyndi að koma boltanum fyrir en varnarmaður Þróttar náði að komast í veg fyrir sendinguna og koma boltanum aftur fyrir endamörk. Guðjón Pétur með hornspyrnuna hér. Sigurjón fyrstur í boltan með skalla á nærsvæðinu en boltinn töluvert yfir. Nú komið að Þrótturum að gera breytingu. Það Kári Kristjánsson sem að koma hér inn á. Sýnist það vera Guðmundur Axel Hilmarsson sem að koma að velli. Tekur sér allan tíma í heiminum til þess að framkvæma skiptinguna. Spurning hvort að það sé vegna þess að Ian Jeffs var að gefa þeim Ágústi Karel og Hinriki smá fyrirmæli hérna meðan skiptingin fór fram. En nú þurfa Grindvíkingar að stíga upp, bæta í sóknarleikinn. Ætli þeir að fá eitthvað út úr þessum leik. Marko Vardis vinnur hér boltanum miðinni. Ágúst Karel kemur fram völlinn. Einar Karl spilar hann út til hægri á Viktor Guðberg sem við það að missa hann út af en næra haldur hann inn á.
Bjarki með boltan hér í öftustu línu, spilar hann út á Kristoffer Konradsson, vinstra megin. Hann finnur enga leið fram á við. En fær boltan hér aftur. Þetta er ekki alveg að ganga hjá Grindvíkingum að finna leið hér gegnum vörn Þróttara. Og sendingin frá Guðjóni Pétri er of há og Martin nær ekki til hans. Ekki svo galin hugmynd. Þróttarinn gerði breytingar sinni út af leikmann með 24, Guðmundur Axel Hilmarsson og inn á leikmann með 22, Kári Kristjánsson. Barátta hérna miðjum vellinum, Kristoffer hlýtur að fá aukaspyrnu þarna. Sem hann fær. Og Grindvíkingar geta hafið leik að nýju. Björgvin Pettersen eitthvað aðeins að láta Guðberg heyra það hér. Guðgeir heitir hann. Þróttarar hér. Hörkubaráttu þeim og Jarasenko vinnur boltan hér. Beint fyrir framann. Varamannabekk Grindvíkinga. Þar sem að þeir Helgi og Benóni er aðeins að ráða ráðum sínum. Emil Skúli með innkastið. Martin með boltan hérna vinstra megin, kloppar þarna. Þróttarinn og kemur boltanum á Sigurjón. Dagur Örn kemur boltanum á Guðjón Pétur. Guðjón Pétur finnur Kristoffer sem að kemur boltan fyrir og Grindvíkingar vinna hornspyrnu. Og það er að sjálfsögðu GPL, Guðjón Pétur Lýðsson sem gerist tilbúinn, finnur Dagur Fjellstöð hér sem er í stöðu fyrir utan teginn, mundar skotfótinn og með þrumuskot sem er ekki svo hátt yfir markið, ágætis tilraun, Þróttararnir sofandi þarna í vörninni. Dagur Örn var aleinn fyrir utan teginn og reyndi skot sem fór yfir markið. Björgvin Pettersen hérna í baráttu við Einar Karl og það er Einar Karl sem hefur betur. Kristoffer finnur Símon Loga í færinu, Símon Logi með skot með vinstri fæti, rétt fram hjá fjærstönginni. Grindvíkingar fá hornspyrnu sem að Þróttarar skilja ekkert í. Nýmann hafi breytt stefnu á varnarmanni en þetta var ágætis færi sem Grindvíkingar fengu þarna. Símon Logi með boltan á sínum frábæra vinstri fæti en skotið rétt fram hjá fjærstönginni. Einar Karl Ingvarsson gerir sig kláran í að taka hornspyrnuna. Hár bolti hér á fjærstöng, allt og langur yfir allan pakkan. Ian Jeffs að gefa sínum mönnum fyrirmæli hér. Vill að þeir færi sig framar og að Sveinn Óli lúðri þessum framvöllin. 17 mínútur til leiksloka. Staðan 2-1 fyrir Þrótt. Hér á Stakkavíkurvelli. Viktor Guðberg og Ágúst Karel hér í baráttunni. Ágúst Karel með sendingun upp á Hinrik sem er á móti Sigurjóni. Sigurjón gerir vel. Kemur boltanum út af. Nú Grindvíkingar fá innkastið. Og enn og aftur eru það Þróttarar sem eru ekki sáttir þessi innköst. Ég held reyndar að Sigurjón hafi bara einfaldlega náð að pota boltanum í Hinrik út af þarna. Marko Vardit með boltan. Kemur hann út á Viktor Guðberg. Marko tekur sem hlaupið upp í hornið. Fær boltan, er í fyrirgefastöðum. Heyrðu það, þarna var ýtt á bak. Ég gæti ekki betur segja að þarna hafi aðeins verið ýtt á baki á Degi Erni sem að féll. En Guðgeir
dæmir ekki neitt. Ég hefði viljað sjá þetta aftur. Það gengur víst ekki. Ekki frekar fyrir Guðgeir dómara. Bolti hérna frá Marko sem er á langur og Sveinn Óli Hansson að knöttinn áður en að Guðjón Pétur nær til hans. Og nú er það Dagur Traustason sem er að gera sig tilbúin til að koma inn á völlinn. Já, Grindvíkingum er klár hér á hliðarlínunni með Benóní aðstoðarþjálfara sér við hlið. Martin Montipo kom sér þarna í stöðu, vildi fá aukaspyrnu, fékk ekki. Jarasjenko, en Guðjón Pétur er á undan í boltan. Nú geta Grindvíkingar sótt hratt. Kristoffer Konráðsson með boltan vinstra megin. Dagur Örn hlaup utan á, fær boltan upp í hornið. Heldur boltanum inn á, með naumundum. Þróttarar vinnan og koma boltanum fram völlinn. Vindurinn grípur vel inn í þarna. Martin Montipo með skot sem er hátt yfir markið. Viktor Guðberg stingur hér eitthvað við og er að koma út af að því að ég held Dagur Traustason að koma inn á völlinn í hans stað. Fær hér rúmar 10 mínútur til að láta ljósið skína. Fer hér bara beint í fremstu víglínu sýnist mér. Grindvíkingar líklega bara fækka aðeins í vörninni. Wingback segir Benóní hér við Martin. Sem að þýðir að hann á að koma hérna hægra megin í væng bakvarðarstöðu. Guðjón Pétur reynir að koma boltanum hérna, lyftunum yfir vörnina og Símon Loga. En Þróttararnir sjá við þessu og hreinsa boltan langt fram. Það sem er enginn nema Bjarki Aðarsteinsson og hann fær nægan tíma til þess að snúa sig við og koma boltanum í spil. Sigurður Rúnarsson spilar hérna út til hægri á Marko Vardic. Guðjón Pétur spilar tilbaka á Sigurjón. Grindvíkingar eru niður ekki að finna nægilega góða lausnir á þessum varðþróttaræði. Nú er að Martin Montipo sem með sendingu sem að Dagur Traustason rétt missir af. Ágætis hlaup þarna hjá Degi, sendingin ónákvæm hjá Montipo. Sveinn Óli með langan bolta fram. Símon Logi nær ekki að taka á móti boltanum þarna. Dagur Örn með fína pressu og hann og Símon í sameiningu. Ná þó ekki að vinna innkastið. Heldur verið að Þróttarar sem fá innkast. Við vítateigslínunni hægra megin. Og Guðgeir rekur á eftir þeim, finnst þeir vera að taka sér fulllangan tíma í föstu leikadriðin þessar mínúturnar. Og ég efast að við sjáum það eitthvað breyta það sem eftir er. Sigurjón rænir boltanum hérna út til hægri á Montipo sem er með Ágúst Karol á móti sér. Leitar inn á miðjuna þar sem að Marko er. Marko Vardic, finnur Dagur Traustason sem að færi boltan yfir á vinstri fótinn og aftur inn á miðjuna Martin með sendingu á fjærstungina inn í teiginn. Það sem að Símon Logi náði ekki að stinga sér fram fyrir varnarmann Þróttara og Þróttarar ætla að gera hér breytingu. Og það er að því að mér sýnist sá sem skoraði markaskorari, hann sem skoraði annað mark Þróttara, Ágúst Karel Magnússon sem kemur hér á velli. Og það er Stefán Þórður Stefánsson sem er að koma inn á í hans stað. Taka vel á mótunum hér á bekknum hjá Þrótturum. Enda lítur það þannig út núna að hann sé að tryggja Þrótturum hér
3 stig. Óskikja í gangi hérna á stigatöflunni þar sem að stendur á staðan sé 2-2. Sem er ekki rétt, búið að laga hérna strax aftur. Þróttarar hér fá boltan þar sem að Jörgen fellur á miðjunni, spurning hvort það verði spjald á þetta. Og hér falla þær aftur við að fá aukaspyrnu alveg við vítateiginn. 2 Þróttarar sem liggja hér og 1 Grindvíkingur. Ég sá hreinlega ekki hver það var sem fékk þetta spjald, hvort það var Dagur Örn Fjellsteð. En ég sýnist að vera Jörgen Pettersen sem liggur hér. Virðist vera þjáður. Og sjúkraþjálfari þeirra Þróttara hleypur inn á til þess að hlúa að honum. Aukaspyrna sem Þróttararnir að fá er þó miklu nær vítateignum heldur en þar sem að Jörgen liggur. Fengu hagnaðinn og síðan var það annað atvik þetta nær teignum þar sem að Guðgeir dæmdi aukaspyrnu að því að ég held. En Jörgen liggur enn. Spurning hvort að mennirnir á bauðrónu þurfum eitthvað að fara hugsa sér til hreyfings. Hann er hér staðinn á fætur. Virðist ætla að halda leik áfram. Það sýnist að vera Konstantín Jarasenko sem er tilbúinn til þess að taka þessa aukaspyrnu. Leikmaður númer 99 með skotið. Og boltinn fer. Hvað er að gerast þarna? Mér sýnist boltinn, ég gæti ekki byrja að segja að boltinn fær í báðar stangirnar áður en hann fór svo í þverslána. En leikmaður Þróttar sem fylgdi skotinu á eftir var rangstæður. Svei mér þá, ég held að boltinn hefði farið í báða stangirnar hérna á marki Grindvíkinga. Ljónheppnir að Þróttarar skoruðu ekki þarna til 3. mark. Frábær aukaspyrna hjá Konstantín Jarasenko sem er hér í baráttunni við Martin Montiba. Þannig skall heldur betur hurð nærri hælum. En Grindvíkingar sækja hér á ný. Martin Montiba missir hins vegar boltan klaufalega út af. Og Þróttarar geta þá tekið sér tíma í að taka innkastið. Það er varamaðurinn Stefán Þórður Stefánsson sem kastar inn hérna. Sigurjón hérna sterkari, vinnur boltan. Bjarki spilar hann úti vinstri á Kristoffer Konráðsson. Hinrik lá hérna aðeins eftir en er staðinn upp núna. Einar Karl með boltan á miðjunni. Sigurjón fær boltan, Hinrik reynir að elta hann uppi. Martin spilar hann tilbaka á Einar Karl, Sigurjón. Dagur Örn Fjellsteð spilar hann hér út á Kristoffer Konráðsson. Dagur Traustason með pláss upp í horninu vinstra megin en fær ekki boltan. Kristoffer finnur Dag Traustason hérna við vítateiginn. Hann leitar að Marko Vardic sem reynir að koma sér í skotfæri, spila boltanum út á Martin Montiba sem kemur boltanum fyrir markið. Þar er Dagur Traustason í baráttunni en Þróttararnir eru grimmari og koma boltanum frá. Bjarki Aðalsteinsson spilar hann hérna strax aftur upp völlinn. En Þróttararnir eru undan, geta hér sótt hratt upp völlinn. En Dagur Örn gerir vel í að komast fyrir sendingu þarna miðjum vellinum.
Bjarki vinnur þetta návígi. En Einar Karl tapar boltanum. Það Þróttari sem liggur hér eftir. Þróttar að sparka boltanum út af. Og þurfa aðstoð frá sjúkraþjálfara á meðan ætla Grindvíkingar að gera hér breytingu á sínu liði. Gunnar Pétur Lýðsson kemur af velli og Edi Horvat kemur inn í hans stað. Fjórða breyting Grindvíkinga hér í dag og svo síðasta því að þeir eru búin með 3 tækifæri til að skipta. Það Hinrik Harðarson sem liggur hér en að standa upp núna í þessum töluorðum. Röltir hér í rólegheitum í áttahliðalínunni. Fær hér einhverja pillur frá stuðningsmönnum Grindavíkur. Gefur þumalinn hérna upp, hefur bara gaman að þessu. Sveinn Óli fær boltan hérna alveg tilbaka. Tæpa 4 mínútur hérna til lok önnlegs leiktíma. Þegar að Grindvíkingar reyna að koma boltanum hérna fram völlinn, Davíð Traustason, en Baldur fyrir liðið Þróttar á undan í boltan, kemur hann upp völlinn, Hinrik Harðarson. Í baráttu við Sigurjón, gerir vel, kemur boltanum út hægra megin þar sem að Konstantín Píkul með hann. Hinrik fær hann hérna aftur á miðjunni. Gerir vel í að halda boltanum og vinna innkast fyrir Þróttara. Rétt fyrir fram að miðlínuna hægra megin. Og það verður einfaldlega viðurkennast að það bendir fátt til þess að Grindvíkingar sé að fara jafna metin á þessum lokamínútum. Marta Montipo fær boltan hérna hægra megin. Nærri því búinn að missa boltan út af, en hélt honum inn á Grindvíkingar fá innkastið. Kasta boltanum tilbaka á Sigurjón. Einar Karl fær boltan hér á miðjunni, spilar hann yfir á Kristoffer Konráðsson. Það Emil Skúli sem er grimmastur, kemur boltanum frá. Nú eru Þróttarar einungis að hugsa það að halda fengnum hlut. Marko Vardís hérna fer upp í kantinn gegn Stefáni Þórði. Stefán Þór gerði vel í að halda aftur, hann sendi ekki fyrir markið. En Þróttarar náður hins og hér Hinrik Harðarson með Martin Montipo á hælunum sem að brýtur af sér. Og Hinrik fær svo boltan í sig eftir að búið að dæma og svo lenda þeir Sigurjón hér í einhverju útistöðum við Þróttarann og liggur eftir. Það er gaman að sjá hvernig Guðgeir ætlar að leysa þetta. Sigurjón liggur hér eftir, vill meina að einn Þróttarinn hafi sett höfuðið í sig. Hinrik liggur hér sömuleiðis eftir að hafa fengið boltan í sig. Þeir ætla hér eitthvað að ráða ráðum sínum, Guðgeir og Egill Guðvarður, aðstofardómari. Gula spjaldið er allavega komið úr vasanum og spurning hvað verður. Hvort það verði eitthvað meira en það sem við sjáum hér. Það
gult spjald hér á að því að mér sýndist Aron Snæ, líklega verið hann sem að lenti þarna í útistöðum við Sigurjón. Ég sá bara hreinlega einfaldlega ekki alveg nógu vel hvað það var sem gerðist. Helgi að gefa Eddie Horvath einhver skilaboð. Það eru Þróttarar sem eiga aukaspyrnuna og Konstantín Jarasenko sendir yfir boltanum. Fór dágóður tími í þetta. Spurning hvað við fáum mikla viðbót hérna. Ég hreinlega sá ekki hvað það var sem þeir sett á skiltið. Skot hérna markið sem fer hátt yfir mark Grindvíkinga. Aron Dagur snöggur að koma boltanum aftur í leik. Kristófer Konráðsson með boltan undan vinstra megin. Kristófer með langa bolta fram, Dagur Traustason lætur boltan fara fram hjá sér en nær ekki til hans aftur. Núna liggur eitt Þróttari í horninu hérna. Virðist hafa fengið krampa. Vill fá aðstoð sjúkraþjálfara. Ég veit ekki alveg hvað að gerast. Það eins og Þróttarinn hafi óskað eftir aðstoð sjúkraþjálfara. Hann ætlar svo að hætta við til þess að þurfa ekki að fara út af. En Guðgeir sér í gegnum þetta og skipar honum að fara út af vellinum. Sjúkraþjálfarinn ennþá bara komin hálfa leið yfir völlinn. Þetta tekur tíma sinn. Þrótturum aldeilis að takast að ætlunarverki að drepa þennan leik niður. En það er Sveinn Óli Guðnason sem sparkar hér frá marki sínu. Ég trúi ekki öðrun að dómarinn bæti allavega við einhvern 5 mínútum hér. Símon Logi hér í baráttunni, missir boltan, vinnur hann tilbaka. Er hér í orðaskaki við Konstantín Jarasenko á miðjum vellinum. Og Þróttarar fá markspyrnu hérna frá marki sínu. Gengur lítið hjá Grindvíkingum að skapa sér einhver færi. Ennþá eru þeir eitthvað að kýtast, Jarasenko og Símon Logi. Löng spyrna fram og Þróttarar gera vel í að halda boltanum. Ég gæti ekki betur séð hann væri rángstæður þarna en ekkert flak á loftið. Alls ekki nógu gott slút þarna og Grindvíkingar geta hafið sókn að nýju. Þetta var dauðafæri. Líklega besta færi seinni hálfleiks. Símon Logi finnur Davíð Fjellstein hér. Davíð Fjellstein með skot fram hjá nærstönginni. Langbesta staða sem Grindvíkingar hafa náð að skapa sér síðustu mínúturnar. En skotið hjá Degi ekki nógu gott og fór fram hjá nærstönginni. Spurning hvort hann hefði að finna samherja sinni teiknum aftur. Færi var svo sem ágætt. En ein markspyrna frá marki Þróttara. Bjarki sterkastur hér í þessu. Eddie Horvath kemur boltanum. Dagur Traustason að elta þennan. Dæmd aukaspyrna sem Grindvíkingar fá. Og núna setja þeir væntanlega alla inn í teig. Ekkert annað í stöðunni. Einar Karl Ingvarsson sem að stendur yfir boltanum. Snúið að finna rétta staðinn í þessum vindi til þess að koma boltanum á.
Þessi bolti í gegnum allan pakkan. Þróttarar stóðu þetta af sér og Grindvíkingar náðu ekki að ógna markinu. Það hlýtur að stytta sig það að Guðgeir Einarsson, dómari þessa leiks, flauti til leiksloka. Fer að slaga í 5 mínútur sem er búið að bæta hérna við. Ekki flautar að núna. Barátta hér á miðinni. Bjarki reynar að hinsa boltan frá en Þróttarar eru fyrstir. Sending fyrir markið. Það sem að enn og aftur er ástæða. Aron Dagur bjargaði reynda vel þó svo Þróttarar hafi komið boltanum í markið að endingu. Þróttarar hér að sparka boltanum burtu. Grindvíkingar að láta þetta fara heldur betur í töðunar á sér. 2 gul spjöld hérna sem að fara hér á loft. Ísar og Sanchez og Sigurjón báðir sem fengu spjöld þarna. Ísar og Klaufi þarna að spila sér rangstaðan þegar að hann var með alla línuna fyrir fram að sig. Þróttarar lúðra boltanum hérna fram, boltinn í innkastið. Bjarki Aðalsteinsson með boltan hér í öftuslínu, langur bolti fram. Einar Karl skallar hann fyrir, Símon Logi. Afskaplega nálægt í að taka boltan með sér þarna. Grindvíkingar vilja hornspyrnu sem er ekki dæmd, Þróttarar fá markspyrnu. Einar Karl gerði vel í að skalla boltan fyrir fætur Símons sem náði ekki að taka boltan með sér. Og Grindvíkingar fengu ekki hornspyrnan sem þeir vildu. Og nú er komin 6,5 mínútur komin fram í venlega leiktíma hérna. Og Sveinn Óli sparkar boltanum frá marki sínu. Bjarki vinnur skallaði við Sanchez hér í baráttunni. Og Aron Dagur fyrstur að handsama boltan þarna. Núna hlýtur þetta að vera eitt síðasta tækifæri Grindvíkinga. Kristófer Konráðsson með langan bolta fram. Þróttarar hreinsa lengst upp í loftið. Martin Montipo hér í baráttunni. Kemur hérna upp, kemst upp hægri kantinn. Heldur boltanum. Marko Vardits kemst inn í teginn. Og vinnur hornspyrnuna. Benoni rekur alla inn í teginn. Aron Dagur kemur hér á sprettinum úr markinu. Fer inn í teg. Einar Karl Ingvarsson með boltan. Á næstunginu að skalla frá. Martin með boltan, spila tilbaka á Kristófer. Fær boltan aftur. Þróttararnir eru brjálæðir hér á hliðinu, vilja sér flauta af. Marko Vardits með skallan sem siglir rétt fram hjá fjærstönginni. Þarna munaði ekki miklu. Marko Vardits náði að fleita boltanum aftur fyrir sig með höfðinu. En boltinn framhjá. 98 mínútur komnar á klukkuna þegar Sveinn Óli Guðnason gerir sér tilbúinn til að sparka boltanum í enn eitt skipti frá markísinu. Guðgeir gerir sér þó ekkert líklegan til þess að fara að flauta þennan leik af. INTF sér ekki sáttur með alla þessa viðbót. En Þróttarar geta kannski bara svolítið sjálfsögum kennt. Við erum búin að tefja allduglega hér í seinni hálfleiknum. Aftur hornspyrna. Dagur Fjörsteð klár að taka spyrnuna. Allir leikmenn Grindavíkur nema Kristófer Konráðsson inn í vítategnum. Þar með talinn Aron Dagur Birnusson. Markvörður. Dagur Öst nú á boltan á markinu. Baldur skallar boltan frá. Dagur fær annað tækifæri. Sveinn Óli fyrstur í boltan. En dæmd aukaspyrna á Grindvíkinga í vítategnum. Og í sömu andrá flautar Guðgeir Einarsson, dómari þessa leiks, leikinn af. Og það eru Þróttarar sem að fara héðan á Stakkavíkurvelli með stigin 3. Og eru nú aðeins einu stigi á eftir Grindvíkingum í
töflunni. Staðan eftir fyrri hálfleikinn 1-1. Þróttarar komust yfir strax á 7. mínútu leiksins þegar Hinrik Harðarson skoraði en Símon Logi Tassapong jafnaði metin 2 mínútum síðar. Í síðari hálfleiknum var það svo Ágúst Karel Magnússon sem að tryggði Þrótturum stigin 3 þegar hann skoraði með hörkuskoti framhjá Aroni Degi í marki Grindavíkur. Grindvíkingar áttu í erfiðleikum með að skapa sér hættulega stöður og hættuleg færi í síðari hálfleiknum, settu pressu á Þróttara undir lokin, fengu dágóðan viðbótartíma til þess að jafna metin en tókst ekki og það eru Þróttara sem fagna hér 3 stigum en Grindvíkingar ganga svektir af velli enda að missa liðin fyrir ofan sig aðeins framhjá sér eða réttar að sagt missa tækifæruna að minnka munin á liðin fyrir ofan sig í töflunni en við förum að segja þetta gott héðan af Stakkavíkurvelli í kvöld. Svekkjandi niðurstaða fyrir okkur Grindvíkinga en Þróttar að fara heim í Laugardalinn með stigin 3. Ég heiti Smári Jökull og þakka ykkur fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl.